Við heitum Brabra, ég heiti Óttur Ottesen, þetta Guðmundur Ágúst og Eymar Kristinn að tókju. Við völdum vatnfugla út af því að þeir eru bara fuglar og fuglar eru bestir. Til dæmis við völdum háuglu. Háuglan er fuglinn sem kafar fyrir ætu sína. Hún er út að sjó vetrartímabil en út í vötnum á land sumartímabil. Brandundin er sem sagt sjófugl og vatnfugl. Hún getur verið í sjónum allt sumar en stundum í vötnum bara til að verpa. Við höfum straummyndina, hún er bara í ám, stundum í vötnum, hún verpir í straumnum eins og himbrimi eða lómurinn og hún er hraðasti fugl Íslands að synda. Við höfum lóminn, hann er þungur fugl sem getur bara eiginlega flogið. Hann er nefnilega með fætur svo aftarlega. Hann verpir bara 3 eggjum en hann kemur bara alltaf einn ungi. Hann verpir alltaf við vötn. Og svo æðarfuglinn, við tökum dúninn frá honum og við tökum til að gera sængur, dúninn til að gera sængur og svo er hann bara mjög flottur fugl og já, hann er góður fugl og það má ekki skjóta hann. Það má skjóta allt annað nema lóminn. Takk fyrir okkur. Við erum Veronika og Matthildur. Við vorum að læra ár og vötn í Hvalfjarðarsveit. Við lærðum Þórisstaðavatn, Hvalavatn og Laxá. Nokkrir staðreyndir eru þar sem vötn og ár eiga sameiginlegt að þau eru öll blaut. Það það bil 5 milljónir vatna í heiminum. Athyglisverð staðreynd er að Nicaragua hefur eina vatnið á jörðinni sem er með hákörlum í. Takk fyrir okkur. Halló, ég heiti Ólafur, gamall 10 ára gamall, Valli hérna og Einar Ási hérna. Já! Einar Ási. Hæ, við völdum seglbretti út af því að við höfum gaman að íþróttum og svo fannst okkur það bara áhugaverðasta verkefni. Já. Við fundum myndir af seglbretti og það getur verið 2 til 5 metrar. Við erum að segja ykkur núna brettið. Já. Það er eitt mjög flott við þetta sem maður getur, það er svona kúlufesting sem haldur seglinu uppi og maður getur stýrt seglinu. Bye! Hæ, ég heiti Brynja. Og ég heiti Lóa. Og í dag erum við með þetta verkefni og ég ætla að segja þetta hvað þetta eiginlega Þetta er dýr í útrýmingarhættu. Bara þess dýr sem eru, bara dýr í útrýmingarhættu og svo við ætlum að segja hvað dýr er hér inn á. Það er skalópt hamarhaus hákarl. Svo er þessi flott skjaldbaka, þetta er smá fín mynd en já. Hagspö og sítur skjaldbaka. Og svo erum við með ánahöfrungur. Hann er eiginlega svona bleikur það. Svo erum við með galabaka og mörgæs. Þeir eru ekki sætir. Svo já. Og hvað heldur við læstum frá því, Lóa? Að við vantar að passa dýrunum okkar. Já, við þurfum að passa í sjóinn. Já. Og það er svo fínt, þú getur allan dag, þá getur þú farið til kranann, fá hreint vatn. En það er líka geggjað, við þurfum að passa dýrunum okkar. Þannig að við þurfum að hætta að henda rusl í sjóinn. Það er ekki gott fyrir dýrin. Og það er mörg dýr að deyja út af því að það er plast
Það er svo litli fiskar, ef þú hendir flösku, þá getur við fastur í hérna og bara degið. Mjög leiðilegt. Já. Já. Það er eiginlega ekki leiðilegt og þú veist, mesta leiði lærðum bara passa dýrin, passa sjóinn. Og mjög mikið. Já. Mjög mikið dýrum. Já. Og bara takk fyrir að horfa og já. Sjáumst. Bye. Áravatn, hópanna vatnsstrákarnir. Vissir þú að Þórisvatn er stærsta stöðuvatn Íslands. Jökulsárlón er dýpsta vatn landsins. Lagarfljót er lengsta stöðuvatn landsins. Þingvallavatn er sögufrægasta vatn landsins. Og hvað var það stærsta frá náttúrunnar? Hendi engin á rennur í Gleifarvatn og engin á rennur úr því Öskjuvatn var til eftir gosi Öskju árið 1825. Vötn. Fjölda stöðuvatna er að finna allt land, stór og smá. Af hverju gerðum vildin gera þetta? Í íslenskum ám og vötnum finnast 5 tegundir af fiskum, lax, urriði, bleikja, ál og hornsíli. Hornsíli er langminnst, vatnið er yfirleitt ósalt. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Góðan og blessaðan daginn. Við ætlum að kynna fyrir ykkur verkefni okkar. Ég heiti Júlía. Og ég heiti Katrín. Og ég heiti Margrét. Verkefni okkar er hvernig við getum nýtt vatn. Við völdum þetta verkefni út af það var auðvelt. Við lærðum að það er mikilvægt að hafa vatn í jörðinni og við lærðum að það þarf 7600 lítra til þess að gera galdrabuxur. Eins og þið vitið þá kemur kalt vatn frá fjöllum á Íslandi. Heitt vatn kemur frá hitaveitum og jörðinni. Hringrásin. Vatnið fer til sjávar og svo gufar það upp, breytist í ský, svo regnir úr skýinu. Svo safnar það og rennur aftur í sjóinn. Það gerist aftur og aftur. Hvernig eigum við að nýta vatnið? Við nýtum vatnið í föt eins og gallabuxur. Við notum 7600 lítra í þær. Við drekkum það, við þvoum okkur í því, við notum það í rafmagn. Hvar er vatn? Í fjöllum, út á sjó, í klósettinu, í krönum, í sundlaugu, í skýjunum. Takk fyrir okkur! Ég gleymdi að segja.